Nú lesum við ljóð sem heitir Kría og höfundurinn kallar sig Guggs. Ég Kría og svo glöð því sólin skín og sjáið bara 3 börnin mín. Ég stúlka sem vænst klukkan 7, á leið minni steig á Kríuegg, allt í lagi eftir voru 2. Ég skúmur sem unga vil koma á legg, á leið minni náði handa honum í Kríuegg. Ég minkur sem hefur ekki étið neitt, á leið minni sá Kríuegg og fékk mér eitt. Ég Kría og svo leið því tunglið skín og ég finn ekki 3 börnin mín. Krían að mestu leyti sjófugl en þó getur hún líka lifað við vötn inni í landi varptímann. Já, ég veit það nú alveg. Afi minn býr í Haga í Grímsnesi. Það eru kríuvarp. Ég orðinn skítræddur. Krían með svarta hettu á höfði og aftur eftir hálsinum, en blágrá að öðru leyti nema hvít aftast. Hún ljósari að neðan en ofan. Fætur og nef hvort tveggja rautt. Krían farfugl. Hún kemur hingað kringum miðjan maí. Hún velur sér varpstöðvar á flatlendi nálægt sjó, vötnum eða ám, en oft í hólmum og eyjum í sjó og vötnum. Oftast verpa margar kríur saman á afmörkuðu svæði. Þá hjálpa þær hver annarri að verja eggin og unga fyrir ásókn annarra fugla, dýra og manna. Harðskeyttir fuglar eins og fálki, hrafn og kjói leggja á flótta undan kríunum þegar margar koma saman á móti þeim og margur maðurinn hefur látið fætur forða sér þegar hann hefur orðið fyrir árás af kríum. Einu sinni ætlaði að kíkja á afa að snúa og ég fór í hjóli og svo dætti á hjólinu og kom Kría og ég hljóp eins og hratt og ég gat heim til hans afa og læsti hurðinni. Góðan dag og velkomin í þáttinn í dag. Við erum hér komin með góða gesti sem hafa komið alla leiðina frá Álandseyjum. Það Tásla og hvolpurinn hennar Brúsi. Velkomin. Takk fyrir. Hvernig finnst ykkur að vera hundar? Mjög gaman, sérstaklega þegar manneskjan eigandinn kasta boltanum mjög langt. Og hvað finnst þér skemmtilegast, Brúsi? Að rífa föt. Hvað svona gaman við það? Að hlaupa. Jáhá, en hvernig komist þið alla leið til Íslands? Eigandi kastaði boltan upp í flugvél og hann festist þar og við eltum hann og við vissum ekki að við erum komin til Íslands. Ok, en ég heyrði að þið væri sönghundar, það rétt? Já. Og hvað uppáhaldslagið ykkar? Björnalagið. Viljið þið syngja það fyrir okkur? Já, endilega. Björninn sover í sitt lilla bú. Hann yngdi voli, bara mann voli. Björninn sover í sitt lilla bú.
Orð dagsins, mimra. Mimra þýðir að vera á sífelldu iði, lyfta fótum til skiptis. Brandarahot, Magnúsar og Skírnis. Pabbi, eru kindur heimskar? Já, lambi mitt. Af hverju fór ljóskan yfir glervegginn? Það veit ég ekki. Þegar hún vildi sjá hvað væri hinum megin. Nú ætlar Rakel Sara Hjaltadóttir að lesa ljóðið Litla skáld á grænni grein eftir Þorstein Erlingsson. Litla skáld á grænni grein, gott er þig að finna. Söm lögin, sæt og hrein, sumar kvæða þinna. Syngdu vinur, syngdu skært, syngdu á þýða strengi, svo með dreymi, dreymi vært, dreymi rótt og lengi. Svengi skó, söng og lók, sóla, leður, sneið og sló sífellt sama lag. Söng hann langan dag, enga hvíld, nokkra stund, nema nauma nætur blund, veður vor og haust, vann hann eirðarlaust. Svo kom hún hlýr og blá, í hjartans kveikti þrá, sóla slitna skó, svenga rétt og hló. Svo kom hún hlýr og blá, í hjartans kveikti þrá, sóla slitna skó, svenga rétt og hló. Viltu sóla skóna svo ég geti dansað, dansað, dansað.